Sæl blessuð. Greta heiti ég, er 5. á lista í Suðvesturkjördæmi hjá Pírötum og við ætlum að spjalla áhrif umhverfis á heilsu í þessu Suðvesturspjalli í dag. Ég fæ til mín, ég er búin að fá til mín hana Hörpu Fönn. Vertu velkomin Harpa. Takk fyrir það. Harpa Fönn er formann samtaka áhrif umhverfis á heilsu. Sem eru samtök sem hún ætlar að kynna fyrir okkur eftir og svo kemur einnig Halldóra Mogensen, þingkona. Henni seinkar örlítið en hún kemur og tekur þátt í fundunum eftir smá stund og hún hefur unnið talsvert metnaðargjarna vinnu í málaflokki rakaskemmda og myglu í byggingum á Íslandi í vinnu sinni á Alþingi á síðastliðnum þingvetri. Þannig að við ætlum svona að kannski byrja á því að spyrja Hörpu aðeins út í samtökin og svona kannski sögu samtakana og svo kannski förum við út í fleiri spurningar. Velkomin Harpa. Takk fyrir það. Segðu mér, nú er ég varaformann þessa samtaka, svona bara til það sé uppi á yfirborðinu og við erum í nýkjörinni stjórn, þannig að þú ert nýbúin að taka við sem formann og ég er nýbúin að taka við sem varaformann og bara mjög spennandi, ég hlakka til. Segðu mér, hvað veistu svona sögu samtakana? Sko ég veit að samtökin, þau voru upphaflega stofnuð 2015 og hétu þá GRÓ og voru þá í rauninni samtök sem voru með áherslu á raka- og mygluskemmdir og semst heilsufarsbresti vegna raka- og mygluskemmda í húsnæðum. Þannig að þetta byrjar, auðvitað tengist þetta allt saman. Já. Þannig að það er mjög áhugavert þetta að sjá þessar tengingar og hvernig einmitt þessi myglusveppa umræða er að fara víkkandi með árunum. Og á þessum tíma voru margir að veikjast, það voru Landspítalinn, það var að koma í ljós myglu og rakaskemmdir á Landspítalanum og margir læknar, hún tilkynna þarna heilsufarsbresti í kjölfar þess. Og þannig að þetta var mikill svona, hvað getur maður sagt, suðupunktur í samfélaginu á þessum tíma. Já. Og í kjölfari kom þessi grasrót upp, GRÓ, og fór á stað með fræðslu og heimasíðu og það brátt fjölgaði í samtökunum, það gerist mjög hratt og það stigu margir fram á þessum tíma, þjóðþekktir einstaklingar og fleiri sem hefðu glímt við þá í rauninni heilsufarsvandamál vegna í rauninni áreitis af myglusveppi. Í kjölfari fór að koma meiri ljós að þetta fólk og með tímanum var einnig að glíma við alls konar önnur, getur sagt svona umhverfis óþol. Og það sem var áhugavert var að þessi einkenni voru oft mjög eins hjá þessum hópi og áreitið þar sem þessi hópur var viðkominn fyrir, það áreitið var oft svipað. Þannig að í kjölfari fórum við náttúrulega, við erum komin dálítið stutt hérna í Íslandi í þessum málum, þannig að maður þarf ekki að leita lengra en bara til Norðurlandana til að finna Facebook hópa og samtök og ég veit ekki hvað og hvað einmitt svona svo kallað eins og við höfum allan að kosið að kalla það í samtökunum umhverfis óþol. Þetta er ekki ofnæmi, heldur þetta í rauninni óþol fyrir ákveðnum umhverfisþáttum og sem valda annarkvort til langs tíma eða til styttri tíma heilsubrestum. Og þannig að í kjölfarið var ákveðið að breyta nafni samtakana í SUM. Og það er í rauninni skammstöfun fyrir samtök áhrif umhverfis á heilsu. Og inni í þeim samtökum er auðvitað stór orsakavaldur raka og mygluskemmdir. En þar inni eru líka margir aðrir þættir og þættir sem koma sumum fólki mjög mikið á óvart jafnvel og þættir sem
mætti koma miklu meira upp á yfirborðið að mínu mati. Já, ég sammála því. Og það oft þegar fólk hefur lent í myglu, þá þetta svona svolítið svo fylgikvillar sem koma oft í kjölfar á myglu veikindum, svona fjölefnaóþol, kannski sumir þola illa rafmagnsbylgjur jafnvel, eins og verðist finna fyrir ef þau eru nálægt Wi-Fi og einhverju svona, vera viðkvæmara fyrir því en þau höfðu upplifað áður. Og svo fær fólk stundum ofnæmi eða fæðuóþol og svoleiðis, þannig að það getur margt fylgt í kjölfarið. En svo náttúrulega kannski, svo kannski samtökum áhrif umhverfis og heilsu líka að hafa áhyggjur af þá, eða ekki eins og mengun almennt, bara eins og í umhverfi, ekki satt, burtséð frá myglu og svoleiðis? Jú, það sem þarf að hafa alltaf í huga þegar maður talar umhverfisþætti að, þú veist, umhverfisþættir eru yfirleitt jákvæðir, að vera í náttúrunni, að vera í umhverfinu, þetta jákvætt. Þannig að fólk vill oft svolítið kannski misskilja hvað samtökin standa fyrir að þessu leitinu til, þannig að gott komst inn á þetta. Það auðvitað margt í umhverfinu sem okkur gott og það líka margt sem bara í rauninni áreiti í umhverfinu. Þetta getur verið hvað sem bara umhverfið sjálft. Það rafsegulsvið bara náttúrulegt, það af náttúrunnar hendi. Myglusveppur af náttúrunnar hendi. Og ákveðin efnasambönd, súrefni, CO, þetta alltaf náttúrunnar hendi. Það sem að gerast og það sem getur orðið hættulegt við þetta þegar náttúran fer í ákveði ójafnvægi. Og það ég meina þetta mikilvægi þættir í náttúrunni sem þjóna allir einhvern ákveðnum tilgangi. En það sem að gerast þetta viðkvæma kerfi sem við búum í og í rauninni þannig samsett að það liggur við ekkert farið úr skorðum, að upplifa núna í fyrsta skipti kannski, ég geti kannski ekki alveg tala út fyrir það, en allan uppfæra núna einhvers konar ofhleðslu og ákveðnum þáttum og þá raskast þetta jafnvægi. Og það sem gerist svo að manngerðu áhrifin að valda þessum margföldunar áhrifum. Og þá ég að tala e-efnin og plastið og allir þessi efni í snyrtivörum og að sjálfsögðu náttúrulega eitur, til dæmis til að eita fyrir gróðri, hreinlætisvörurnar, ilmefnin, klæðnaðurinn sem við klæðumst, bifreiðarnir, leikföng barnanna okkar, bleiur, pelar, snuð, þú veist, sófar, rúm, listin endalaus. Og það sem í rauninni gerist að þetta framkallar allt samverkandi. Þannig að eitt áreiti, eitt og sér eða nokkur það slags að líkaminn okkar getur að sjálfsögðu unnið úr því. Við þannig gerð, kerfin okkar, eitrunarkerfin okkar, afeitrunarkerfin okkar fullkomin, við nánast fullkomin við mannfólki. Við með nýru og lirfu og þetta flott kerfi, en það verður ofhleðsla á einhverjum tímapunkti. Og það það sem að gerast svolítið mikið í dag, að þetta alltaf að hafa samverkandi áhrif og að magna hvort annað upp. Og eiturefna glasi okkar, ef við höfum bara einhvern þröskuld, við þolum svona mikið, það þarf ekki nema eitt lítið komp til að við förum fram á brúninni. Og þá byrjar líkaminn að erfiða og þá byrja allir þessi bólguviðbrögð að myndast, eins og þú talar mataróþolið, við förum að vera ennþá viðkvæmari fyrir öðrum þáttum og þetta verður alltaf vítahringur. Þannig þetta svolítið erfitt að eiga við þetta þegar þetta komið þangað, þegar við erum komið fram á brúninni. Og þá förum við að finna fyrir einkennum kulnunar, ófrjósemi og það alveg endalaus einkenni sem fólk hefur verið að tengja við í þessu. Þannig að þetta alltaf, þetta þessi samverkandi þættir, umhverfið og náttúran okkar að sjálfsögðu alltaf og hefur alltaf verið til staðar. Það sem að breytast í dag að það þessi
þessi nútímavæðing, þessi manngerðu þættir sem að hlaðast ofan á. Og þeir að gera það í það miklu magni að eitthvað hlýtur að lokum að brotna. Og það ekki búið að brotna ennþá, við höfum ennþá von, algjörlega, en við þurfum að fara að passa okkur. Einmitt. Og einmitt, sko, svo hefur mikið verið á nýjum rannsóknum hlutverk góðgerla á magaflóru og þarmaflóru fyrir heilsuna og til dæmis ef það mikið skordýr eitur í fæðu þá hefur það áhrif á góðgerlaflóru og magaflóru og segjum að við verum í rakaskemmdu húsnæði þá getur það haft áhrif líka á magaflóruna og jafnvel komið sýkingar í meltingaveginn. Sveppir náttúrulega eru góðir, þeir leysa í sundur lífrænt efni, minnka geislun út í náttúrunni, þeir gegna sínu hlutverki úti, en ef þeir eru komnir inn í húsi okkar sem við lokum okkur af, þá eru þeir náttúrulega að reyna að leysa í sundur lífrænt efni, það gefa frá sér lítil eiturefni sem að meiri sér þó að sveppurinn sjálfur sé dáinn, þá eru svona lítil eiturefni ennþá eftir í öfnunum sem þeir skilja eftir sig. Og líka þegar að koma eiturefni sem þessi skordýreitur sem kom í meltingaveginn, þá bæði hefur það áhrif á gerlaflóruna, en svo fyrir líkaminn líka að leita upp í óvinn og reyna að merkja hann. Og þá merkir hann ofnæmi, hugsa, þetta mjólkin sem að eitur eða það eitthvað málmur? Og það getur valdið bara svona óskunda í líkamannum. Og það kannski eitt af því sem við getum út af þessum umhverfisþáttum og manngerðu hlutum, þá getum við lent svolítið í vandræðum og svo erum við mis útsett fyrir þessu út af genum og hvernig við vinnum úr hlutunum og svona. En nú þetta náttúrulega á síðustu 2 árum þá hefur umræðan svolítið breyst. Það var svolítið miklu að mér finnst meiri vantrú, fólk bara náði ekki alveg utanum þetta hvort þetta væri svona í raun og veru eða ekki, svo náttúrulega komið mikið að nýjum rannsóknum og þetta hefur mikið verið umræðinni vegna þess að kannski skólahúsnæði, spítalahúsnæði, viðhald fékk að setja hakanum og það var kannski ekki vitund hversu hættulegt það gæti verið áður fyrr en núna það kannski að breytast og Halldóra hefur verið að vinna, sæl Halldóra, velkomin á fundinn, gaman að sjá þig. Ég lenti í smá veseni og ákvað bara að stoppa. Já. Ég fatt að það heimtímanlega, þannig að ég stoppa. Æðislegt, bara velkomin og ég meina það ekki að undra, það 1. júlí, það allir komnir í sumarfrí skýrin hérna, ég bara ótrúlega ánægð með að þið vildi koma hérna og með ykkur sem að horfa svona í sumarfrí skýrnum, bara allir velkomin. Vilt þú segja okkur svolítið frá hvernig þú vaknaði til meðvitundar þessi umhverfismál og hvað þá vinnu sem þú hefur verið að vinna inn á þinginu? Já, ég get gert það svo sem áhugi minn á heyrist nægilega hátt í mér eða? Já, fínt. Áhugin minn á umhverfismálum í raun og veru búið að vera í mjög langan tíma. Það að segja að ég hef mikið pælt í og svona nördaskapurinn í mér hefur farið mjög mikið í það að rannsaka mataræði og plast. Ég út þegar á sínum tíma þegar ég fór að rannsaka plast og skoða einmitt allir veikefni í plasti, sérstaklega út frá því að eignast mitt fyrsta barn fyrir 10 árum síðan og spáfa mikið í hvaða grænmeti og ávexti maður kemst upp með að versla sem eru ekki lífrænir, hvað verið að nota mesta skordýraeitrið og líka bara hvaða grænmeti og ávextir eru í raun og veru að taka í sig mest af skordýraeitrinu alveg í kjarnan og hvað þarf að versla lífrænt og hvað ekki og þetta svona hluti sem ég hef verið að pæla rosalega mikið í lengi, hvað í rúminu okkar, í dýnunum, hvað í sófanum okkar, hvað í teppunum, hvað eiturefni hefur verið að sprauta á þetta eða til þess að koma í veg fyrir að kvikni í og annað, og hverju erum við að fórna í staðinn og bara hvernig umhverfið að eitra fyrir okkur og þetta alveg magna þegar maður byrjar að fara niður þessa kanínuhólu þá þetta bara endalaust þannig að já, ég held að það hafi verið svona smá uppgjöf þarna í lokin, þá bara ákvað ég að loka þessu og hætta þessu og því maður var bara orðin hræddur við allt þannig að ég held að þessi áhugi minn
á þessum málum held ég að hafi þetta aldrei gert það að verkum að ég var fljót að bregðast við þegar mig grunaði myglu á heimilinu okkar fyrir stuttu að þá vorum við í leiguíbúð fjölskyldan og allt í einu byrjuðum við að fara að fá svo furðulega sýkingar. Veist, þetta meikaði engan sens, var að fara að bólgna tannholdið mitt og voru að koma upp hjá dóttur minni, alls konar furðulega sýkingar og hjá mér líka, að þá fattaði ég bara allt í einu, sko, ég var búin að fara til tannlæknis og var búin að fá sér tíma hjá tannlækni og svo bara þegar við fórum út myglunni, að þá hvarf þetta bara sjálfu sér. Allar bólgurnar og sýkingarnar bara fóru og þá fattaði ég hversu beintengt og hversu magnað þetta að stíga út úr þessu eitraða umhverfi sem var myglu umhverfið, hversu fljótt við vorum að losna við þessi einkenni. Eftir þetta, ég hef verið með glútenóþol og dóttir mín líka, að þá bara snarversnaði það líka. Þú veist, og allt í einu maður minn kom með glútenóþol líka sem hafði aldrei fundið fyrir því áður og þá fór ég að spá í því bara hvernig þessir sko aðrir þættir byrja að magnast upp líka þegar þú ert búin að vera inn í þessu myglu umhverfi. Það eins og að þetta bara veiki allt ónæmiskerfið þitt og alla getu kerfisins til þess að takast á öðrum vandamálum líka. Og þá einmitt fór að kaupa okkur bara ný rúm og þá fór ég að finna bara algjörlega lífrænar dýnur og rosalega mikið að pæla í þessu og ég finna bara þegar við komum inn í og sérstaklega dóttir mín þegar hún kemur inn í umhverfi þar sem mygla að þá bregst hún við því, hún finnur fyrir því og okkur öllum líður illa þannig að þetta svona áhugi minni þarna, þetta var mjög löng saga, en út frá þessu að það fannst mér bara mikilvægt að einmitt að skoða þingi og þá kom þessi þingsályktunartillaga í raun og veru aðgerðir vegna rakaskemmda í fasteignum sem hefur verið samþykkt og það snýr að þessum 6 atriðum sem aðalega auka réttindi þeirra sem verða fyrir tjóni vegna rakaskemmda og efla sjálfstætt eftirlit með prófunum á byggingarefni, efla þekkingu fagaðila á rakaskemmdum og forvörnum tengdum þeim sem bara ótrúlega mikilvægt að fara í það að efla þekkingu fólks hérlendis því að ég held að það að verða einhver vitundavakning núna en það hefur bara verið gríðarlega lítil þekking á þessu í mjög langan tíma. Og að gera aðgengilegan hátt upplýsingar framkvæmdir í húsnæði, taka upp jákvæða hvata fyrir tryggingafélög til út í eins og við lendum í, við þurftum að henda allri búslóðin okkar og þetta ekkert tryggt og það ótrúlega margir sem lenda í þessu og þetta gríðarlegur kostnaður og svo bara taka upp jákvæða hvata fyrir fasteignaeigendur til að koma í veg fyrir að uppræta rakaskemmdir á eldra húsnæði því að ég held að þeir sem hafa verið að skoða bara það að kaupa húsnæði, sérstaklega núna, við erum eitthvað búin að vera að daðra við þetta, að skoða það að kaupa okkur húsnæði og við erum búin að skoða rosalega mikið af íbúðum og það rosalegt hversu mikið af þessu húsnæði illa farið og myglað. Það bara, þetta gigantískt vandamál sko. Og þetta orðið svo dýrt þegar þetta komið á þetta stig. Já. Einmitt, já, takk fyrir þetta. Þetta alveg magnað og það líka, sko, kannski hægt að nefna að það kannski til marks og þetta var rosalega þörf þingsályktunartillaga og það voru margir sem fögnuðu því það hefði svo lítið gerst svo lengi og þetta var svona eins og næstu í smá svona umbylting þannig að ég veit að rosalega margir ótrúlega ánægðir það var alveg líka bara grænt borðið, þetta var alveg samþykkt, var það ekki alveg einróma samþykkt bara á þingi? Mér skilst það, nú var ég í fæðingarorlofi þegar þetta var samþykkt. Alveg rétt, já. Þingkona mín, hún var inni og kláraði þetta mál í velferðarnefnd sem alveg, þannig að ég misti því miður af umræðinni og atkvæðagreiðslum, en mér skilst það hafi verið bara já, mér sýndist það allavega og svo kannski til marks breytingu á sko landslaginu á Íslandi og umræðinu að Píratar höfðu og Björn Leví hafði lagt fram nokkru sinnum sko tillögu samræmda ástandsskoðun á fasteignum sem væri bara eitthvað svona sem checklisti sem þeir gerði af einhverjum hlutlausum aðila á húsnæði áður en það selt, en það var rosa lítill pólitískur vilji virðist vera fyrir því að þetta var ekki fyrir í 5. skipti nýverið sem að fór í gegn og var samþykkt.
En mér finnst það kannski svona til marks að það sé svona svolítið breyting í loftinu og fólk sé svolítið að vera meðvitaðara að hvað hægt að koma í veg fyrir mikið tjón, bæði heilsutjón og fjárhagslegt tjón og líka bara ef maður seljandi, þú veist, ég held að allir vilji nú vera ábyrgir eins og þið geta og þú veist, ef það eitthvað svona, að því það virðist samt ennþá ekkert vera svo erfitt að losna við eignir þó að þær séu eitthvað skemmdar og jafnvel að hafa klausur það og svoleiðis, það virðist það mín tilfinning með það sem ég heyri, að fólk sé nú ekkert að veigra sig við að kaupa þær hvort þið og stundum getur það henta ef fólk farin á ódýrar og kannski smiðir eða hefur áhuga á svona að gera upp og kann til verka, þá þarf það ekkert endilega að vera slæmt. Já. Það sem að málaflokknum, þú veist, bara vitundavakningunni líka bara það að einmitt að við erum með landlækni sem að hefur lent í miklu vanda líka á spítalanum í sinni vinnu og núna að keyra í gang ótrúlega flotta vinnu hjá landlæknisembættinu með að skoða bara heilsufars afleiðingar miklu vandamála og þú veist, það aðstoðaði og fá hana á fund velferðarnefndar var gríðarlega mikið hjálp til þess að ná þessu máli í gegn líka, sko. Já, það alveg frábært og mér finnst gaman að sjá hvað Alma Möller talaði opinskátt að sjálf hafa veikst á spítalanum í umfjöllun Kveiks rakaskemmdir og myglu í byggingum og húsnæði á Íslandi. Ég held að ennþá hægt að horfa á þessa Kveiks umfjöllun á netinu og hún var mjög vönduð og það var rosa mikið af fólki sem svona vaknaði svolítið til meðvitundar í þessum þætti því hann var bara svona, það var ekki of þungt yfir honum, það oft þungt að tala myglu og svona rakaskemmdir og eitthvað hættulegt og svona, en þetta var bara svona, mér finnst þetta svona létt umfjöllun og svolítið svona, já, það voru rosa margir sem voru bara já, þetta svona, þetta alveg að fólk veikist af þessu og þetta alvöru. Og það var sem sagt fagráð landlæknis, held ég það heiti, sem hún hefur verið að vinna með og það fór víst eitthvað held ég í pásu í COVID því það náttúrulega voru bara neyðar svona vinna í gangi. Ég hugsaði að það hljóti að fara eitthvað meira í gang aftur og voru spennt að sjá hvað kemur úr því. Vitið þið eitthvað stöðuna á þessum málum? Já, sko við erum nýverið búin að senda póst að landlækni og fá upplýsingar frá aðstoðarmanni landlæknis og við fengum þær upplýsingar að ráðið hefði verið núna í hlé yfir faraldurinn en væri tekið starfa aftur og það sem okkur þykir svo mikilvægt í einmitt að það sé tekið meira upp að yfirborðið og það sé einhvers konar, hvað getur maður sagt, ferill fyrir greiningu á þessum kvilla eða þessu óþoli. Og það einmitt svo mikilvægt að það sé greiningarlykill tengdur við þessi veikindi. Vegna þess að það þarf að ná utan þetta. Það þarf að ná utan þessi veikindi og eins og þú veist að tala Greta, þessi kveiksþáttur gerði alveg töluvert og fólk einmitt svona kveikt á perunni. Þú veist, ég veit til dæmis fólk sem ég þekki og hefur hingað til kannski ekki verið með mikla meðvitund þessi mál, hringdi sérstaklega í mig og sagði, nú veit ég hvað búin að vera að tala öll þessi ár. En þetta var mjög þakklátt, en það sem þarf að gerast sko að fólk, þarf að við þurfum að fá einhverja tölur upp að yfirborðið hversu margir eru búnir að veikjast, hversu margir eru ennþá veikir og einnig úrræði fyrir þá sem eru ennþá veikir. Því að sko, ég var líka frekar heppin og hef verið meðvituð umhverfismál í 20 ár og unnið vitað raka- og mygluskemmdir í 20 ár. Þannig að ég hef verið það heppin að geta, forðað mér á aðstæðum á réttum tíma og fundi þegar ég verð veik út af umhverfinu og geta þá breytt þar Það ekki allir það heppnir. Þannig að þetta getur, þetta áreiti getur haft langtíma áhrif og það er svo mikilvægt að þessi fólki sé hjálpað og það sé gripið áður en það er orðið of seint. Því að eins og við þekkjum, þá lykilatriði að komast út úr aðstæðum.
Og ef þú ert læknan á milli, farandi frá einum til annars, ennþá í aðstæðunum, allan þennan tíma, það líða jafnvel ár, þá ert ekki, og þú ert sett á lyf, þú ert sett í rannsóknir, það endalaust álag á kerfið, þá ertu ekki að fá það meðhöndlun sem þú þarft. Og það svo mikilvægt að grípa bara inn í á réttum tíma, þá hægt að koma í veg fyrir langtíma heilsutjón. Og þess vegna svo mikilvægt að læknar fái þessa þekkingu og fái í rauninni sko eitthvað svona fræðslu bara á þessum veikindum og geti sem sagt greint nógu snemma. Það tel ég bara vera, þetta eiginlega það sem við í summi erum að berjast fyrir einna mest núna, akkurat þessa dagana. Þetta teljum við afskaplega mikilvægt og að fólk sem leiti sér aðstoðar inn í heilbrigðiskerfinu finni sér þar grið og sé í rauninni að fá einhver svör. Já, einmitt, við sem höfum unnið með þolendum, við höfum heyrt sko fleiri en eina sögu af einhverjum sem vissi ekki hvað var í gangi, fór til 16 eða 17 mismunandi lækna. Þetta fer á svo mörg kerfi, svona veikindi sérstaklega af rakaskemmdum og átta sig svo loksins kannski á því að sé einhver tenging þarna á milli allar þess að einkenna og þess að mismunandi hluta sem eru að gerast í líkamanum. Og hvað sæið þið þá, ef ég má spyrja kannski Halldóru fyrst og svo Hörpu, hvað sæið þið fyrir ykkur að það væri ykkur sérstök móttaka vegna svona veikinda og skráning á til dæmis svona einhver greiningarlíkill á miklu veikindum Halldóra? Ég veit það ekki, ég ætti erfitt með að svara þessu hvernig þetta ætti nákvæmlega að vera en það mér bara svo augljóst að þú veist það skortir þessa fræðslu og þekkingu. Það að segja bara innan heilbrigðiskerfisins sjálfs að það og ég held að þetta sé líka bara dálítið skalli í kannski heilbrigðiskerfinu okkar hvað læknar hafa stuttan tíma með skjólstæðingnum. Þú veist, þú ferð og þú hittir heimilislæknin. Það ekkert eins og það sé, þú veist, þetta miklu meira svona eins og færiband, þú veist, það ekkert eins og það sé langur tími til þess að spyrja út í, þú veist, fleiri hluti heldur en bara umhverfið, líka bara áfallasaga og annað sem maður hefði talið að væri svona einhver grundvallar þekking sem að læknirinn þyrfti að hafa á þinni sögu til þess að geta almennilega greint vandamálið. Að það finnst mér skorta þennan tíma með lækninum og kannski bara aðkomu fleiri aðila að greiningarferlinu. Þú veist, það vantar kannski þessa heildstæðu, þetta make a sense, svona heildrænu nálgun að skoða fleiri þætti þegar kemur að veikindum, þú veist, þetta umhverfis, þetta áföll, þú veist, hverju tengist þetta og hafa þennan tíma og einhvern veginn svigrúm innan kerfisins til þess að komast að einhver svona einstaklingsmiðaðri nálgun. Það alltof mikið gripið til bara lyfja, bara pröfa þetta lyf og einhvern veginn pröfa sig áfram á þann hátt. Mér finnst opaslega lítið verið að pæla líka bara í næringu, það að segja mataræði og annað. Þannig að ég held þetta sé dálítið stórt vandamál sem að ég veit ekkert alveg hver svona augljósa lausnin á þessu. Já. Já, flott, já, algjörlega. Og ég meina að það líka einmitt svona þessi áhersla á rót vandans að komast að henni í staðan fyrir að kannski plástra á einkennin. Held ég sé rosa góð svona heimspeki bara í að heilast, að læknast, sko, og einmitt þetta rosa tímaþröng og lítill tími sem læknar hafa oft og mikið álag og kannski, já, það væri gott. En hvað segir þú, Harpa? Hvernig hefur þú skoðun á þessu? Já, heldur betur. Nei, ég alveg tek undir orð Halldóru, það einmitt. Það mikið verið að vinna með sem sagt afleiðingarnar án þess að vera kannski kafa of djúpt í orsakirnar. Og það sem svolítið flókið við þessi veikindi að þau eru oft samverkandi. Það svo erfitt að sko einangra áhrifavaldin eða sem sagt orsökuna. Þannig að það svo erfitt að segja að það þetta. Þannig að þá verður þetta auðvitað flóknari meðhöndlunar og það sem líka
svona veikindi gera að það erfitt að fara fram með rannsóknir. Það erfitt að einangra umhverfisþætti, það erfitt að líka láta rannsóknarefnið vera útsett fyrir umhverfisáritinu í einhvern x tíma. Þú getur ekki, ef ég ætti að bjóða mig fram að fara fram í myglurannsókn, þá þyrfti ég að búa í húsnæði með myglu í kannski ár. Og ég ekki viss að það mörg tilraunadýr sem myndi bjóða sig fram í það. Og ég ekki viss að segja einu sinni löglegt. Þannig að þetta mjög flókið og það sem til dæmis mjög flókið líka við önnur umhverfis einkenni sem eru lítt þekktari hjá læknum í dag, eins og til dæmis rafsegulsvið, að það alls staðar í kringum okkur. Þú getur ekki farið, nú ætla ég að sjá hvernig mér líður ef ég kemur úr aðstæðunum. Þú getur það allan að erfiðara. Þú þarft helst bara að fara upp í fjallakofi upp á hálendi til að sjá hvort þér líður betur við að fara úr rafsegulsviðinu. Þetta getur oft verið hlutir flókið og það sem við þurfum fyrst og fremst að fólk trúi okkur. Við þurfum fyrst og fremst að það sé hlustað á okkur og ef við viljum pröfa ykkur að crazy leiðir að það sé tekið tillit og virðing til þess. Ef ég fer til míns læknis og segi við hann, veistu það, nálastungur, það björguðu lífi mínu. Að það sé skrifað í mína skýrslu, Harpa Fönn umhverfisveik, nálastungur björguðu lífi hennar. Og þessi reynsla mín getur skilað sér til annarra sjúklinga. Þannig að næst þegar Jóna Jónsdóttir kemur til sama læknis, hún lýsir þessum einkennum. Ég svona, ég alltaf með verki hér og og getur þessi læknis sagt, já, heyrðu, gæti verið sért með umhverfisóþol eða rafsegulóþol. Ég veit til þess að nálastungur hafa hjálpað einhverjum. Það þetta, kerfin þarf að byrja að tala saman því að þetta eitt kerfi, heilbrigðiskerfið eitt kerfi. Þetta mataræðið okkar, þetta hreyfing, þetta taugakerfi, nálastungur, þetta kaldir pottar, þetta hómópathar, þetta dáleiðsla, þetta áföll eins og Halldóra var að tala um. Þetta allt sama kerfi, þannig að mér finnst svo mikilvægt að við byrjum að tala saman og það sé hlustað á okkur og þolendur eru þar afskaplega mikilvægir að mínu mati. Að það sé, og akkurat eins og Halldóra nefni, það sé tími gefinn til að setjast niður með okkur og fara yfir þetta saman. Að við séum ekki öll í sikkura horninu, fárveik og getum í rauninni ekki eins og tala saman því við komumst ekki út úr húsi. Kannski getum talað saman á Facebook-grúpu með fólk ekki með rafsegulóþol. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að við getum fundið að við fáum einhverja hjálp til að tína okkur saman, til að sameinast og finna út úr þessu saman. Því að þetta ekki bara, þetta ekki bara að fara að hafa áhrif á okkur eða þennan litla hóp, þessi 10% af mannkyninu sem með sem talið sem umhverfisóþol í dag. Þetta líka að fara að hafa áhrif á komandi kynslóðir og börnin okkar. Þess vegna svo mikilvægt bara að byrja núna. Við erum svo lítið land, við erum svo fullkomin svona tilrauna vettvangur til að byrja bara að skrásetja. Hvernig líður mér þegar ég hliðin á símamastri? Hvernig líður mér þegar ég búin að vera mánuð í miklari íbúð? Hvernig líður mér þegar ég borðaði bara skyndibita með efnum í 3 vikur? Hvernig líður mér þegar ég öll fötin mín upp á Ariel? Þú veist, svona mætti lengi telja og bara byrja að skrásetja þetta. Þetta tengist allt saman. Þannig að ég mjög hlynnt því. Já, það líka svo líka oft rannsóknirnar eru kannski komnar og það talsvert orðið til af rannsóknum á heilsufarsáhrifum til dæmis rakaskemmda á heilsu. En svo náttúrulega tekur alltaf svolítið tíma fyrir rannsóknir að komast inn í kerfið sem undir ofurálagi fyrir og kannski ekki mikið auka tíma til þess að koma einhverju nýju inn í. Þau bara reyna að halda velli og sérstaklega ef það verið fjársvelt í einhver tíma, það verið undirmannað eða það verið kannski rakaskemmdir í húsnæðinu sjálfu hjá spítalinum þar sem fólk hefur brunnið út og svo framvegis, þá þetta orðið svolítið erfitt ástand og líka bara í heilbrigðiskerfinu almennt, bara ný þekking svo fljóta myndast í nútíma samfélagi en svo eru kerfin náttúrulega, þú veist, hvernig nýja þekkingin skilar sér síðan sem bara vísindaleg þekking inn í kerfið,
það svona misjafnt, ég man eins og með fæðuráðleggingar til ungbarna, það var svolítið fljótt að skila sér inn, sko, nýjustu rannsóknirnar, ég man eftir því, en svo svona hlutir eins og mygla og eitthvað svona sem fólk kannski tilfinningalega neyð til þess að vera bara, wow, þú veist, ég vil gera þetta núna, fara seinna, þannig að, já, þannig að... Ef ég má bæta við, náttúrulega niðurstöður til dæmis varðandi COVID, þær eru mjög fljótar að skila sér inn í kerfið. Það er ótrúlega jákvætt. Ég bara, mér finnst vera að breytast mikið hugarfar núna og sérstaklega í kjölfar heimsfaraldursins. Það er einhver vakning fyrir því að sko einhver veira sem engin veit hvaðan kemur er að hafa áhrif á öll þín kerfi og gera þau næmari fyrir öðrum umhverfisþáttum. Fólk er að missa lyktarskynið og bragðskynið og ýmiss konar áhrif sem eru bara í rauninni keimlík og eru í rauninni svona ákveðið svona, hvað getur maður sagt, svona burnout á kerfinu sem er að svipað og sama og við erum að finna með umhverfisáreiti. Þannig að það er mjög jákvætt. Einmitt. Svo við erum komin með nokkra spurningar en sumar af þeim tengjast svolítið skýrslubeðnum sem að Halldóra hefur lagt fram á Alþingi. Halldóra sem sagt hefur meðal annars beðið skýrslur varðandi tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps á fasteignum ríkisins og skýrslu varðandi tjón af völdum rakaskemmda og myglusvepps í leikskólum og grunnskólum. Og svo líka í fasteignum almennt og réttarstöðu eigenda þeirra. Og það búið svara einnig af þessum skýrslum, það var fjármála- og efnahagsráðherra sem svaraði varðandi kostnað af völdum rakaskemmda í ríkiseignum. Og þetta svar vakti nokkra athygli í fjölmiðlum. Það var farið þá yfir kostnað Landspítala af þessum völdum og veikindi sem starfsfólk spítalans fann fyrir og svo er spurning sem tengist því já, þetta er fasteignum ríkisins, en svo líka verið að spyrja hvort að það sé, já, ég skal bara fara kannski í spurningar sem tengjast þessu eftir smástund. Kannski Halldóra, vilt þú segja okkur eitthvað smá þessu skýrslubeðnir og svo fer ég kannski í spurningarna sem tengjast þeim? Mér langaði eiginlega aðalega bara til þess að bregðast aðeins við umræðinni bara rétt áðan út af því að mér fannst þetta svo áhugaverður punktur eitt sem að ég mikið hugsa og nú hef ég alist upp í Bretlandi og búið mikið í Bandaríkjunum og verið erlendis, þú veist, á Ítalíu og við sverum heim og mér finnst eitt sem að ég teki eftir í daldi í íslenska heilbrigðiskerfinu er að mér finnst miklu meiri svona eitthvað svona forræðishyggja í gangi heldur en ég fundi fyrir annars staðar í heiminum út af því að við erum tala bara að það þurfa að hlusta á fólk. Mér finnst ofta einhvern veginn gleymast að læknirinn á að vera svona leiðbeinandi, hann á að vera til aðstoð, svona meira í ráðgjafastöðu við þig sem svona skjólstæðingin. Mér finnst oft borin allt og lítil virðing fyrir einmitt þegar ég sem einstaklingur fer inn í heilbrigðiskerfið, mín tilfinning og einhvern veginn fyrir minni eigin heilsu og hvað gæti mögulega verið að mér, að það er einhvern veginn, það er eins og það sé ekki hlustað á það nægilega vel, þannig að ég get alveg tekið undir þetta er einhver þú veist, breyting á hugarfari sem þarf að eiga sér stað, því að ég fundi fyrir því í heilbrigðiskerfinu til þess í Bretlandi. Það er ekki þessi sama tilfinning og ég hef heyrt að fólki sem býr erlendis hefur ekki sömu reynslu af því að það er einhvern veginn komið fram við mann eins og maður svona, ég veit það ekki, bara hvað ert þú að vilja upp á dekk skilur að fara að ræða þína heilsu við mig, þetta er svona einhvern veginn, þú veist, þessi tilfinning, þannig að þetta er eitthvað klárlega sem ég var til í að sjá laga, þú veist, ég hef verið þessi furðufugl sem hefur komið barnið inn á spítala og með augnsýkingu og sagt bara já, ég setti kartöfludropa í augað á barninu út af því að það er svo ótrinsandi og læknirinn bara horfir á mig svo í styrluð manneskja, þú veist, hvað meinar eiginlega? En þú veist, það svínvirkaði. Nú er ekki að mæla með því aðrir geri það, en mamma mín er nálastungulæknir og jurtalæknir og við höfum bara alltaf farið þá leið að nota svona þessar óhefðbundnu leiðir, oft húsráð, gömul húsráð og jurtir, áður en við förum í einhverja svona sýklalyfjanotkun og annað sem að bara geta haft bara mjög neikvæðar svona afleiðingar ef að það er ofnot og annað, en er bara algjör þú veist, við verðum að hafa þessi úrræði til staðar og hafa bjargað bara mörgum lífum og gríðarlega mikilvægt, þessi emergency medicine, afsakið í sletti, en já, mér finnst oft við of fljót að fara út í að nota það þegar það kannski er einhver önnur ráð
og allt og lítið einmitt hlustað og væri áhugavert að skrásetja svona hluti og kannski fylgjast með því hvernig þau virka. En fyrirgeðu Greta, ég algjörlega greip fram í fyrir þér. Þú varst að tala skýrslurnar. Hver var spurningin? Já, bara þú viltu segja ykkur eitthvað frá ferlinu, að því nú búið að svara einni skýrslubeðni. Ég veit að samtök áhrifa umhverfis og heilsu hafa innt eftir því hvernig mál standa með hinar 2 skýrslurnar, hvort að þessi von og svörum bráðlega, en eitthvað sem þú vilt segja ykkur frá svona skýrslubeðnum áður en ég fer að taka við spurningum? Í raun og veru ekki. Þetta bara því miður, þá rosalega mikil trassaskapur í ráðuneytunum þegar kemur að því að svara svona skýrslum. Og ef að svörin koma ekki, núna, hvernig þetta aftur? Nú man ég ekki nákvæmlega hvernig þetta Ég held að ég þurfa að bera skýrslubeðina aftur fram, á næsta þingi. Ef það kom ekki svör. Og auðvitað getur maður ýtt á eftir þessu og allt það, en þetta snýr bara að ráðuneytunum og við erum ofta að bíða í allt og langan tíma eftir svona skýrslum þegar við erum að bíða skýrslur, þannig að þetta bara almennt vandamál hjá ráðuneytunum að ná að sinna þessu nægilega vel, þannig að við bara bíðum. Takk fyrir þetta. Herru, þá stór spurning, stórt spurt, mygla á Alþingi? Bam, bam. Halldóra, hvað segir þú? Já, það skrifstofur Alþingis. Það að segja að þingflokkarnir með skrifstofur fyrir utan Alþingishúsið og það byggingar á Austurvelli. Þar lentum við í fyrir mörgum árum síðan að við fengum húsnæði sem var bara myglað og við þurftum að flytja úr því. Fólk var farið að verða veikt og farið að finna fyrir myglunni og þetta áður en að þetta þegar ég var varaþingmaður og mér skilst að Jón Þór hafi fundið og Birgitta á sínum tíma hafi fundið mikið fyrir þessu, að þá var þingflokkurinn einmitt fluttur yfir í annað húsnæði en þetta ótrúlega algengt vandamál og það hefur alveg verið miklu vandamál, kannski ekki í þinghúsinu sjálfu en í húsum sem eru nýtt undir skrifstofu aðstæður fyrir starfsfólk og þingmenn. Já, þetta einmitt og ég held að flesti þekki einhvern sem hefur lendið í eða einhverju svona í menginu sínu og líka bara fólk ófeimnara kannski að tala það núna sem ég held að sé hollt. Þá önnur spurning, einhverjar aðgerðir í gangi til að berjast gegn myglu í skólum? Það virðist vera landlægt vandamál. Ef við kannski byrja þér, Harpa, veistu eitthvað um þetta? Já, við samtökum höfum verið aðeins að skoða þessi mál. Það náttúrulega, eins og við vitum bara í fjölmiðlum, búin að koma upp nokkrir skólar og sérstaklega núna nýverið Fossvogsskóli og skýrsla Eflu náttúrulega kom bara út núna í gær, held ég, já, ef við ferum í rétt mál og það náttúrulega, þetta sláandi tölur og þetta sláandi niðurstöður. Og við erum kannski ekki mikið að rýna í smáatriðin þarna. Það sem samtökumunum mjög hugleikið að þetta í rauninni svipað á með heilbrigðiskerfið. Það svo mikilvægt að það sé hlustað á foreldrana og í öðru lagi að það sé komið upplýsingum til skila, að þessi hlutir séu á yfirborðinu. Þannig að ef foreldri kvartar eða sendir einhvers konar beiðni bréf, eitthvað þannig til skólayfirvalda, til dæmis barnið búið að koma endurtekið heim, veikt eða slíkt, að máli fari í ferli, að það sé bara ferli sem byrji, bara rautt flagg og það bara byrji ferli. Og það sé tekið á þessu föstum tökum, það sé svarað innan 5 daga, það sé fengið matsmaður til að kanna ástandið, það sé, þið vitið að það sé bara einhver svona ákveðir ferli sem fari af stað, út af því að það sem gerist, og nú ég sjálf foreldri, að tilfinningin sem verður við það að barnið sé útsett fyrir umhverfisáreiti, það alltaf veikt, það jafnvel kastar upp, það með blóðnasir, það endalaust pirrað eða fær grátköst. Þetta svo versta tilfinning, þetta verra en þegar maður sjálfur veikur. Ég þori að segja það bara. Og vanmátturinn sem foreldrar finna þegar þau fá ekki svör, þegar það ekkert gert í málunum, þegar þau senda börnin sín aftur dag eftir dag veik í skólan, vitandi, innstinn, þú veist, þetta móðurhjarta, þú veist alveg að það eitthvað að. En þér sagt, hættu þessu, það ekki það. Þetta afskaplega alvarlegt, teljum við í samtökunum.
Og það náttúrulega bara upplýsingalög sem gilda í þessu landi og það þarf að fara að uppfylla þessi lög. Að ef þú biður upplýsingar stöðu á viðhaldi eða stöðu á ákveðnum byggingum, þá átt þú að fá það innan einhvers frests. Og þér á að vera að svara fagmannlega og með virðingu, alveg sama þó sett Jón eða séra Jón. Og þetta afskaplega mikilvægt fyrir samtökin. Þannig að ég mjög fegin að spyrja þessu Greta og takk og ég vil koma þessu til skila og ég vona svo mikið og innilega að bæði sveitarfélög og ríki taki þetta föstum tökum og það verður alltaf mygla. Það ekki hægt að koma í veg fyrir það. Og jú, það hægt að koma í veg fyrir hún verði veruleg, en það hægt að laga þetta. Það hægt að laga þessa virðingu og samskipti við foreldrana sem eru dauðhrædd heima hjá sem veik börn. Og það það sem svo mikið. Þarna getum við gert eitthvað og við getum sett ákveðna ferla af stað og við getum tekið á þessum málum af alvöru. Þannig að, já. Já, takk fyrir kærlega. Halldóra, ég ætla að leggja spurningin aftur fram. Eru einhverja aðgerðir í gangi til að berjast gegn myglu í skólum? Virðist vera landlægt vandamál. Hvað segir þú? Og mér skilst allavega og nú ég mér skilst að í borginni að þá sé verið að taka á þessu en ég viðurkenni það að ég þekki það ekki nægilega vel sko. En mér skildist það bara af samtölum við borgarfulltrúa Pírata að það sé verið að gera það en ég bara tek annars undir mér finnst þetta bara þetta hrikaleg tilhugsun að ég bara get ekki ímyndað mér þetta að vera að senda krakkana í óheilnæmt umhverfi, börnin sín í óheilnæmt umhverfi bara dag eftir dag og ef það ekkert verið að taka mark á fólki það náttúrulega bara ekki boðlegt sko. Það ekki boðlegt. Ég held að það hljóti að segja sér sjálft þannig að ég vona innilega að þetta sé rétt og það sé verið að taka á þessu málum og það sé bara hluti af þessari vitundavakningu, þessari breytingu einhvern veginn og aukinni fræðslu og skilningur á alvarleika málsins. Og maður vona bara að þessi niðurstaðan úr vinnu landlæknisembættisins að úr þessari þingsályktunartillögu sem við fengum samþykkta og bara allri umræðinni sem búin að vera í gangi að það verði eitthvað svona áþreifanleg bara umbreyting og bylting á þessum málaflokki og nálgun okkar á því og því auðvitað þetta eitt af þessum málum veist að ef við erum sterk í forvörnunum þarna að þá erum við bara komið í veg fyrir ofboðslega mikið tjón seinna mér sem að verður svo rosalega dýrt út af því að við erum svo sein, við erum náttúrulega búin að leyfa húsnæði sérstaklega held ég eftir kreppuna að þá erum við bara búin að vera að leyfa húsnæði að dampast niður og við erum ekki búin að vera að bregðast við vanda, það alltaf verið að bíða með þetta, peningarnir ekki til, drögum þetta langinn og hvað gerist, það bara reikningurinn fyrir inn á framtíðinu og það reikningurinn sem við erum að sjá núna, við erum að fá reikningin í andlitið á okkur núna sem bara afleiðing þess að hafa ekki brugðist mun fyrr við og verið bara í forvarnarstarfi. Já, ég samanlega því, ég náttúrulega hef bæði lent í þessu með börnin mín og síðan verið svolítið að vinna í bara hagsmunagæslu fyrir þolendur almennt og það var svona mín tilfinning einmitt að þetta viðhald hafi setið svo að hakanum að þetta var orðið svo ofsalega algengt bæði hjá sveitarfélögum og líka bara einkareknum skólum og fleiri, að það bara fólk hefur ekki átt að sjá heilsufarsáhrifum þess að geyma viðhald lengi en svo þetta svo þrúgandi því þá þetta bara, það svo óþægileg tilfinning að börn skuli kannski vera veikjast og þau sjá manns eins ábyrgð þannig að þetta verður svo þungt og mikið verkefni og fólk kannski vissi ekki með rannsóknir hvað að gera, hvernig á hringi til að laga en mér finnst vera svona að birta svolítið yfir þessu og mér finnst að þetta mín tilfinning bara að skóla sér taka þetta alvarlegur og virkilega sé byrjuð svolítið vinna í að gera við og fólk sé að gera sitt besta og það vonandi bara því það getur komið í veg fyrir svo mikið og gefa okkur svo miklu hærri lífsgæði ef við bara, því fastari tökum sem við tökum það, því meiri forvarnir, því betur sem við byggjum þá bara vindum við ofan af svo miklum skaða og verum miklu bara meiri lífsgæði. Ég ætla að fara í eina spurningu viðbót eitthvað vitað hversu mikið á húsnæði á Íslandi með myglu eða rakavandamál? Harpa, veist þú þetta nokkuð? Sko, nú
ég tengd fjölskyldumeðlim sem skoðar mikið á húsum. Ég get ekki samt talað nema út frá sjálfur mér, því að hún náttúrulega ekki hér. En sko, við verðum líka átt okkur einu að það mun alltaf leka inn í hús á endanum á Íslandi. Þannig að við megum ekki vera svona hrædd við það, skiljið mig, þú veist, við megum ekki vera í afnýtunum og halda við séum einhverju guðir getur bara stoppað húsi að leka. Þú veist, við búum á Íslandi, við þurfum að vera svolítið svona raunsæ. Og ef ég ætti að skjóta, þá myndi ég halda að myglu og rakavandamál séu 99% húsnæða. Það sem hins vegar að valda heilsuspillingu og það sem actually að gera sem sagt, þetta ástand viðvarandi, það þegar ekkert gert. Þegar lekur inn í húsið og það látið malla í einhvern tíma, það ekkert gert og þegar við notum byggingarefni sem myglusveppurinn elskar og þegar rafsegulsviðið í byggingunni of hátt. Það hafa komið út nokkrar rannsóknir myglusveppavöxt og rafsegulsvið og það talið að myglusveppur vaxi alltaf 600-falt hraðar í hárri tíðni, háu rafsegulmengun heldur en ella. Og þetta eru svona samverkandi áhrif og einnig byggingarefnið, ef það eru mikið vokkefnum og ákveðin byggingarefni sem myglusveppurinn, hann virðist bara gjörsamlega elska og tætir í sig og hann ágerist og dreifir sig meira. Og einnig það sem að gerast að annars konar umhverfisáreiti að hafa áhrif á myglusveppinn. Þannig að hann fer í árásarham og losar sterkari eiturefni frá sér. Þannig að við erum með annars konar mengun í kringum okkur, bílamengun, flugmengun, skipamengun. Þá myglusveppurinn, sem sjálfsögðu líka bara einhvers konar lífvera, þarf að vernda sig. Þannig að hann fer að losa frá sér og átgasa sterkari eiturefni. Þannig að vandamáli svo fjölþætt og ég held einhvern veginn sko þetta orð mygla og hvað fólk orðið hrætt við það í dag. Maður má alltaf segja þetta upp á þetta í dag og sérstaklega ekki við fasteignasala. Við þurfum aðeins að fara að tengja. Við þurfum að fara að breyta hugafærin okkar. Við þurfum að fara að skoða, það lekur hús einhvern tíman en reynum allan að sko byggja þau vel frá grunni, reynum að fyrirbyggja þau þess að við erum að tala og við skulum ekki vera alltaf Alþingi lekur, Háskólinn lekur, þetta lekur, þú veist, lítum bara inn á við, ræktum okkar eigin garð og þá getum við sem samfélag tekið betur á þessu. Því að sko, við getum ekki verið endalaust að benda á þennan og þennan skóla eða lekur svo heima hjá okkur. Að ég skilji, við skulum reyna að vera, það enginn að benda á neitt en maður þarf ekki að skammast sín eða lekur heima hjá sér. Þið vitið, þetta ekki skömm sem fylgir þessu. Þetta bara hluti af náttúrunni, það myglusveppur og við þurfum bara að reyna að halda hann í lágmarki þannig að hann fari ekki að raska kerfin okkar og halda þessu jafnvægi í náttúrunni eins vel og við getum. Þannig að já, stutta svarið ég held að 99% fasteigna á Íslandi, allavega sem eru eldri en 5 ára, hafi einhvern tíma glímt yfir raka og miklu vandamál, já. Heldurðu? Já, ég held að þetta sé bara ekkert vita, sko. Ég hef heyrt alveg, þú veist, fólk sem hefur mikla þekkingu vera að spekulera og þú veist, og komið með einhverja tölur, sko, en þú veist, þetta náttúrulega ekkert vita og þetta svona hluti af ástæðinu fyrir þessu skýrslubeiðnum til þess að fá aðeins svona betri mynd á þetta. En ég bara tek undir þetta að sjálfsögðu þá þurfum við bara dálítið að hafa í huga þetta jafnvægi að þetta ekki eitthvað sem við höfum að vera allt og hrætt við en við þurfum bara að bregðast rétt við og eitt af því sem ótrúlega mikilvægt einmitt að þessi fræðsla, þekking þannig að fólk átti sig á því þessi hvatar, fjárhagsleg hvatar til staðar þannig að fólk getur til þess að bregðast við. Það eru ótrúlega margir sem eru í húsnæði og þú veist það að grotna niður ekki út af skorta vilja hjá húseiganda, heldur bara skorta fjármagni og hreinlega getu og þekkingu til þess að viðhalda húsnæðinu sínu og þetta svo vont. Við þurfum að tryggja það að fólk geti og hafi þekkingu til þess að viðhalda húsnæðinu sínu og til þess að koma í veg fyrir svona vandamál seinna
og svo þurfum við líka bara að fara að rannsaka bara svona iðnaðarhampinn og hvernig við getum notað hann í byggingar. Mér finnst það ótrúlega spennandi. Ég sé fyrir mér að við getum farið að framleiða hérna hampsteipu og farið að byggja allt öðru svo hús. Já, píratamálefni. Mjög gaman. Má ég bæta við þetta með iðnaðarhampinn og svona náttúrulega byggingavöru. Ég mikið ferðast og búið erlendis og til dæmis í ákveðnum löndum nota mikið bara, sko það bara steinn, það bara náttúrulegur steinn og það bara kalkmáling og það þú veist, líka við ekki kýta í glugga, það líka við bara ekki gluggar. Og að sjálfsögðu sér maður við og við einhvern svona myglusveppa vöxt hér og þar. Ég hef bara afskaplega sjaldan orðið veik í þessum aðstæðum. Ég hef getað gist í svona rýmum án þess að verða veik. Og ég hef svo oft velti fyrir mér og svo fer ég inn í pínulítið miklu húsnæði hér í Reykjavík og ég bara fárveikist. Og það einmitt þetta, við þurfum aðeins að fara svona búa betur okkur og komast aftur í náttúrun og stinga, tánum aðeins í grassi bara, aftur. Já, ætli við sé ekki alveg tilbúin fyrir framtíðina sem svona grænni og kannski svona, meira svona lífrænni, það ekki næsta trendið. Ég hafði heyrt einhvern tímann fleygt fram nokkru sinnum hjá rannsóknarstofu byggingarinnar eins og frá gögnum og svoleiðis að það væri svona eitthvað gróft mat, 30–50% húsnæðis á Íslandi gæti verið rakaskemmt þannig að það væri verulega svona eitthvað sem að þyrfti að díla við sko út frá tölum í Norðurlöndunum en það rauninni ekki held ég til rannsókn sem nákvæmlega á því mikil en það hefur samt verið einhver vinna sem hefur verið framkvæmdur rannsóknarstofu byggingarinnar varðandi þetta og það áhugavert með geislun og myglusvepp og samspil þar á milli. Nýlega rannsóknir sýna að í Tjernobyl þá rosa mikið af svepp sem vex þar og að taka í sig geislunina. Þannig að það myndi alveg kannski svona passa við og það ég veit að eru margir rafmagnsverkfræðingar og rafvirkjar sem hafa áhuga á þessu málefni. Þetta svolítið svona ný vísindi sem verið að skoða. Þannig að, já, en takk fyrir ótrúlega, já. Ekki líka einhverju sveppir sem éta plast og olíu og alls konar? Jú, þeir nefnilega svo dásamlegir, sveppir bara snilt, sko, við þurfum að halda. Við þurfum bara að passa, þú veist, að við séum ekki alveg að þeir sé ekki að leysa okkur í sundur á saman tíma og senda einhver gró og eiturefni. En þú veist, ef við kunnum bara umgangast náttúruna og finnum einmitt þessi réttu efni, réttu jafnvægið og svona, þá náttúrulega mikið alltaf að græða því, alveg sem með fæðu, ef við stillum fæðuna af og nærandi fæðu fyrir okkur. En takk fyrir rosalega fróðlegt og skemmtilegt spjall, þetta var aldrei skemmtilegt svona í sumarfrí skýrnum að spjallum svona málefni sem okkur finnst allavega mjög þremum. En ég má bæta við smá jákvæðni í lokin, sko, við erum alltaf búin að þetta ekki alveg svona, en þú veist, mér finnst ótrúlega hugarfarsbreyting núna bara 2 árum, eins og ég segi, búin að sýsla í þessum málum í 20 ár og þú veist, bara núna síðustu 2 ár, búin að vera þvílík breyting og ég veit að heimsfaraldurinn hefur kannski, getum sagt, hjálpað aðeins til þar, þannig að þetta alltaf réttri leið og nú þarf bara að verða meiri fræðsla og það þarf að hlusta. Takk fyrir þetta spjall og takk fyrir allt sem þið gerið í málaflokknum bara og hafið verið að gera undanfarið og bara, já, njótið nú sumarsins. Takk fyrir kærlega. Takk fyrir þetta spjall, þetta búið ótrúlega fróðlegt fyrir mig líka. Frábært, takk fyrir.